Jæja, góðan daginn öllsömul og verið hjartanlega velkomin á 7. hádegisfyrirlestur Þjóðminjasafns Íslands, núna þessu vormessiri 2017. Þessi fyrirlestrarröð, hún haldin annan hvern þriðjudag og næstur í röðin Ólafur Rasterik, en fyrirlestur hans þann 25. apríl, það akkurat eftir 2 vikur. Annars þá hvet ég ykkur til þess að fylgjast með dagskráni á vefsíðum safnsins. Það birtist þar alltaf upplýsingar fyrirlestrana og titla og svoleiðis og umfjöllunarefni. Fyrirlesararnir í þessari röð á þessu vormisseri eru allir greinahöfundar í ritinu sem að fylgir sýningunni Íslandi heimurinn Íslandi. Og í þessu riti og á sýningunni að þá fjallað hreyfanleika og tengsl á milli fólks og hugmynda þvert á landamæri þjóðríkja. Höfundar sýningarinnar og ritstjórar þessara útgáfu, það eru þær Kristín Loftsdóttir og Unnu Dís Skaftadóttir, en þær eru báðar prófessorar í mannfræði við Háskóla Íslands. En í dag að þá flytur fyrirlestur Íris Ellenberger. Hún ætlar að fjalla Dani á Íslandi á fyrri hluta 20. aldar, sjáu hérna titilinn, en fram eftir 20. öldinni þá voru Danir stærsti hópur innflytjenda á landinu. Í lok fyrirlestursins þá gefst færi á spurningum og þá bara einfaldast að rétta upp hönd og tala hátt og skýrt og við tökum það þannig. En svo þá eftir þetta erindi að þá býð ég ykkur að skoða sýninguna, bara ykkur að kostnaðarlausu. Hún hérna uppi í Bogasal á annarri hæðinni. Og annars þá minni ég á að sýningin hún stendur bara fram á næsta haust. Svo þá ekkert frekar sem ég hef að segja, þannig að gjörðu svo vel, Íris. Gaman að sjá ykkur allina, þau eru mörg, kemur skemmtilega á. En mér langar til þess að þegar ég reyna að mér tekst að koma þessu almennilega svona upp, já flott. Mér langar til þess að byrja þetta erindi árið 1949, sem seinna heldur en svona kannski, eða svona til lok þessa tímabils sem ég að fjalla Og þá gaf þessi ágæta kona, frú Júfímíavoge eða Efemíavoge, ég ekki alveg viss hvernig nafnið hennar borið fram. Hún gaf út æviminningar sínar sem heita Lifað og leikið, sem við sjáum hérna á glærunni. Hún fædd í Reykjavík fædd árið 1881 og bjó stærstan hluta sinna æsku ára í Reykjavík við Tjarnargötu og Suðurgötu. Og í þessum æviminningum sem eru mjög skemmtilegar, ég mæli yfirskæla með þeim, þá segir hún frá ýmsu sem að dreifa á hennar daga í uppvextinum og því fólki sem að varð á vegi hennar. Og meðal þeirra sem hún minnist á eru 2 systur sem heita Kristjana og María Thomsen. Og þær ráku stúlknaskóla í Reykjavík undir lok 19. aldar og Efemía var einn af þeirra nemendum. Og hún segir að Kristjana hafi kennt ensku, frönsku og gítarleik, fína frúr, og María hún hafi kennt handavinnu og þær hafi báðar lagt áherslu á, eins og hún segir, fallega framkomu og góða siði og þess vegna hafi þær verið vinsælir kennarar hjá íbúum bæjarins sem lögðu áherslu á fágun og siðaða hegðun. Kristjana og María Thomsen voru kannski eins og nöfn þeirra gefið til kynna bæði af íslenskum og dönskum uppruna. Móðir þeirra var íslensk en faðir þeirra var danskur. Sem að fær Efemíu árið 1949 til þess að furða sig á því að þær hafi talað dönsku sín á milli, sem að þær gerðu. En hún segir orðrétt. Kristjana var eldri þeirra systra og var hún víst lærðari og þóttist fyrir þeim í öllu. Enda lét María sér oft nægja í almennum viðræðum að taka upp það sem hin systirinn hafði sagt. Þær töluðu venjulega dönsku saman, en samt munu þær hafa átt íslenska móður. Og gárungarnar í bænum settu eftirfarandi samtal eftir þeim. Kristjana segir, der døde en katt. María, ja, der døde en katt. Kristjana, forleden natt. María, ja, forleden natt. Kristjana,
í Sturlubúð, Maria, í Sturlubúð, Kristjana, den döð af eitur, Maria, af anilíneitur. Og það kannski ekki undra, árið 1949 þá komið að FMU kannski svolítið spánst fyrir sjónir þessar systur sem bjuggu á Íslandi og áttu íslenska móður, skyldi hafa talað íslensku sín á milli og dönsku fyrir ekki, sín á milli. Og á þeim tíma sem var liðinn frá því að samtalið á milli Kristínu og Maríu átti að hafa átt sér stað og þar til að endurminningar FMU voru gefnar út, þá var liðin að minnsta hálf öld sem einkenndist af ákafri sjálfstæðisbaráttu og meðfylgjandi vexti þjóðernishyggju sem mótaði auðvitað þann ramma sem FMI hafði til þess að túlka merkingu þessara samskipta. Og þessi stutta frásögn því áhugaverð á nokkrum sviðum og segir okkur ýmislegt svona stöð og veruleika danskra og danskættaðra Reykvíkinga í kringum 1900. Jafnvel þótt að það ekkert víst að þetta samtal hafi nokkuð tímann átt sér stað. En þessi saga hún segir okkur til dæmis að Danir og danskættaðir gátu tala dönsku sín á milli en einnig við aðra bæjarbúa upp á vissu marki og hún segir okkur að þeir byggu yfir ákveðnum svona menningar auð þar segja þeir voru tengdir við fáun, forfrumun, siðmenntun sem að setti þá skur ofar í virðingarstiga borgarastéttarinnar í bænum sem að var í þann mynd að vera til. Og að þeir blönduðu saman íslensku og dönsku, að þetta verið skefa það til kynna og voru sjálfur af blönduðum uppruna. Hún segir okkur líka ýmislegt hvernig sjálfstæðisbaráttan og þjóðernishyggjan mótaði bæði sess útlendinga innan íslensk samfélags og þá sögu sem að sögð var af Dönum sem að bjuggu á Íslandi við aldamótin 1900 eftir að Ísland öðlaðist sjálfstæði. Þar, eftir 1944, þykir til dæmis skrítið eða óeðlilegt að danskættaðar konur tali dönsku sín á milli ef þær eiga íslenska móður og þar öðlast þú staðreynd að þær blönduðu saman dönsku og íslensku ákveðins og ákveðna merkingu. En það alls óvíst að þessi þættir hafi þótt neitt tiltökumál við aldamótin 1900 og kannski ekki mikið sem gefið til kynna að fólk hafi kippt sér mikið upp við þetta. Og þetta eru svo sögur sem eru endurteknar í sífellu og ég heyrði þau viðstöðulaust í þessi 5 ár sem ég vann að doktorsrannsókn minni Dani á Íslandi á árunum 1900 til 1970 en sú rannsókn hún var hluti af rannsóknarverkefninu á mótun danskrar og íslenskar menningar og það voru Guðmundur Jónsson og Auður Hauksdóttir sem leiddu það verkefni. Og þetta eru sögur af fólki sem að misti málið vegna þess að það gleymdi dönskunni sinni en lærði aldrei íslensku til fullnustu. Sögur af fólki sem talaði tungumála blending sem enginn skildi nema nánustu ættingjar. Sögur þéttbýlisstaði þar sem einvörðingu danska var töluð á sunnudögum. Sögur Danir sem að neituðu að aðlagast nærsamfélagi sínu. Og ég ætla hér ekkert að vera að skera úr sannleiksgildi þessara sagna. En mig langar þess í stað að segja frá samfélaginu í Reykjavík á fyrstu áratugum 20. aldar áður en að fyrstu lögin útlendinga eru sett, en þau eru sett árið 1920 og mér langar svolítið að reyna að gera því skil hvers konar samfélag þetta var og greina hvers danska innflytjenda og annars erlends fólks var innan þess. Og síðan þá ætla ég að beina sjónum mínum að þessum túlkunarramma sem hefur ráðið þeirri merkingu sem hefur verið lögð í þetta samfélag á síðari árum og þau eftirmæli sem það hefur hlotið. En fyrst bara aðeins innflytjendur og annað erlent fólk á Íslandi. En aldamótin 1901, þann 1. nóvember þegar manntalið var tekið það ár og þá voru búsettir á Íslandi 658 einstaklingar sem voru fæddir erlendis. Það voru ekki til íslensku ríkisborgararéttur þannig að það er ekki hægt að miða við hann. Það er að vera 246 fæddir í Danmörku og 360 fæddir í Noregi og þetta er í eina skipti sem að normenn eru fleiri en Danir í manntölum á 20. öldinni og má líklega rekja til þess að þessar myndir voru mikið af norskum sjómunum við Íslandsstrendur. Og svo eru 33 sem eru fæddir í Færeyjum. Og þetta er eitthvað 1% mannfjöldans. Þetta er ekki há prósentutala með við kannski daginn dag.
En árið 1910, við erum ekki með kannski tölur sérstaklega Reykjavík og Reykvíkinga árið 1901, en árið 1910 að það eru 2% Reykvíkinga fæddir í Danmörku og svo prósentutala var eitthvað hærri líkast til árið 1901, kannski 3 eða 4%. Og þetta náttúrulega ekki íkja fjölmennur hópur. Þetta samt hlutfallslega mikil fjölgun frá því árinu 1880 en þá voru aðeins 71 einstaklingur búsettur á öllu landinu sem var fæddur erlendis og þar voru 69 fæddir í Danmörku. En þegar við fjöllum þessa tölur þá er líka mjög gott að hafa í huga þeir segja aðeins hálfa söguna tengsl landsins við fólk frá öðrum löndum sem á uppruna sinni rekja til annarra landa. Og ég núna að vinna að nýrri rannsókn með styrk frá Nýliðunarsjóði Háskóla Íslands þar sem ég nálgast þetta viðfangsefni eða svipað viðfangsefni út frá talsvert svona víðari sjónarhóli. Og þar langar mig til þess að varpa ljósi á átök, samblöndun og mót menningar í Reykjavík við upphaf 20. aldar. Og þá er ég að tala erlenda menningu, þá innlendu menningu sem að var fyrir í bænum og tengdist fiskveiðum og fyrstu borgarastétt landsins og fleiru. Og sem menningu sveitarfólksins sem var þá að flytja á mölina í áður óþekktum mæli. Þannig að ég hef undanfarið verið að lesa æviminningar, dagbækur og bréf og ýmislegt fleira sem að varpar ljósi á mannlífið í Reykjavík frá sirka 1890 til 1920-30 og þar kennir ýmissa grasa og það er mjög greinilegt að innflytjendur og aðrir útlendingar settu af sterkan svip á bæinn og enda hafa kannski flestir sem hafa skoðað þetta tímabil komið auga á hversu sterk staða útlendinga var í bænum þóttir hafi kannski ekki verið ekki fjölmennir. En það erlenda fólk sem að mótaði ásýnd og menningu Reykjavíkur við upphaf 20. aldar og í lok þeirra 19. var ekki allt búsett í Reykjavík eða yfirleitt á Íslandi, heldur var sumt statt á Íslandi til lengri eða skemmri tíma og mér langar til þess að nefna svona ýmsa einstaklinga og hópa bara til þess að gefa aðeins gleggri mynd af því þeirri stemmingu sem var í bænum og öllum þeim hópum útlendinga sem að komi hingað til lengri eða skemmri dvalar. Og þar má nefna danska kaupmenn sem að bjuggu á Íslandi á sumrin en í Danmörku á veturna eða komu reglulega til Íslands til lengri dvalar án þess að setjast hér að. Og svipað má segja marga þá kaupmenn sem að bjuggu í Reykjavík en dvöldu erlendis í lengri tíma. Það var misjafnt hvað fólk gerði en þessir einstaklingar voru náttúrulega á sífelldum faraldsvæti á milli Danmerkur og Íslands. Það má líka tala erlenda síldveiðimenn á skipum frá ýmsum löndum, til dæmis Þýskalandi og Noregi. Túristar til dæmis á erlendum skemmtiferðaskipum sem komu nokkur til landsins á þessum árum, til dæmis frá Þýskalandi og Englandi, stúdentahópa frá Danmörku og ferðamenn á eigin vegum, til dæmis stöllurnar Maria Kos sem stundu kölluð Mulka, sem var norrænu stúdent frá Rússlandi og svo Margaret Glaser frá Þýskalandi. En það dvöldu í Reykjavík árið 1911, mann rétt. Útlendingar af ýmsu þjóðurni á erlendum farskipum, oft Danir, útlendingar á íslenskum strandferðaskipum, en kaftinarnir og Bretarnir voru mjög gjarna danskir, flóttamenn, en til þeirra mætti til dæmis telja Nathan Friedman frá Rússlandi, sem kannski svona þeirra þekktastur, en svo höfum við líka dæmi danska blaðamanninn Helge Vellejus sem að fluttist til Íslands árið 1918 til þess að forðast að vera kallaður í herinn. Svona það fólk sem við getum flokka sem flóttamenn hafa vafalaust verið miklu fleiri, mun fleiri, en náttúrulega á þessum tíma þá var ekki búið að binda þetta hugtak flóttamaður í alþjóðleg lög eða reglugerðir eða samninga eins og í dag og svo náttúrulega líka erfitt að bera kennslu á það hverjir gætu hafa talist til flóttamanna og hverjir ekki, vegna þess að fram til ársins 1920 þá var næstu því öllum heimilt að koma til Íslands og setjast aðán þess að útvega sér sérstakt leyfi. Þannig að fólk þurfti aldrei
að taka það sérstaklega fram ef það var á flótta og gerði það örugglega sjaldnast vegna þess að því fylgdi náttúrulega ákveðið stigma. Þannig við vitum frekar lítið þann fjölda fólk sem var á flótta og kom til Íslands þannig í upphafi 20. aldar. Já, en svo við höldum áfram með smjörið. Meðal þeirra sem kom til Íslands og settist að til skemmri tíma voru alls konar kaupmenn og spekulantar. Bara svo ég nefni eitt dæmi, þá það enskur gyðingur sem kallaði Tjörni. Hann kom til Íslands nokkur ári í röð undir lok 19. aldar og hann verslaði aðalega með notuð föt. Og einu sinni, hann kom oft upp til Íslands með konu sinni, en einu sinni kom með másinn, sem vakti mjög mikla athygli í bænum, hann sem gekk í kubli og var með kollhúfu á höfði og svona krullaða lokka í vöngum, og það þótti mjög forvitnilegt og skrítið á Íslandi við lok 19. aldar. Ég get líka nefnt sauð- og hrossakaupmenn á við Louis Zollner og John Cockhill, og þetta John Cockhill hérna fyrir miðju, og maðurinn til hægri Jóhann Hallberg sem rak Hótel Ísland. Og þá má líka nefna ýmiss konar trúboða á við hjálpræðishersfólk frá Danmörku og Noregi, Östlund fjölskylduna sem voru spíritistar frá Noregi og bjuggu hér skeið áður en þau fluttust vestur haf. Sonur þeirra fluttust síðan aftur til Íslands og dvaldi hér í nokkra stund. En þetta fólk kemur allt við sögu í dagbókum Elku Björnsdóttur sem hefur verið gefin út og mjög skemmtileg og áhugaverð lesning. Svo má náttúrulega ekki gleyma sjómönnum frá ýmsum löndum. Mér langar kannski sérstaklega að nefna franska sjómenn sem að fiskuðu við Íslands strendur, ekki bara nálægt Reykjavík, heldur hérna út allt land, kannski sérstaklega fyrir austan. En þeir dvöldu stundum í Reykjavík, til dæmis á franska spítalanum eða í frönsku húsunum, og þetta undir lok 19. aldar. Og þeir vöktu mjög mikla athygli í Reykjavík, vegna þess að þeir áttu það til að breiða úr seglum sínum til þerris og gera að þeim á klöppunum og túnunum í kringum bæinn, til dæmis í Skuggahverfinu, og þeir byggu yfir eins og kannski orðið alþekkt byrðum að keksi sem að íslensk börn voru sólgin í, en þau voru líka hrædd við Frakkana. Þannig að það gengu ýmsar sögur þá, og mér langar að lesa hérna upp eftirfarandi sögu sem er í frásögn Jónasar Eyvindssonar. Hann er fæddur árið 1881 og hann ólst upp í Skuggahverfinu í Reykjavík. Og það var aldamótin 1900 fátækra hverfi bæjarins. En hann lýsir hverfinu sínu og samskiptum þessu Frakkana svona. Þangað komu fransmenn oft á sumrum, breiddu segl sín og gerðu að þeim. Við krakkarnir gönduðum stundum við þá, vorum þá hálfhræddir við þá, sérstaklega rauðhærðir strákar, því að við höfðum heyrt að þeir stælu rauðhærðum strákum og hefðu þá í beitu, og væri þorskurinn snarvitlaus í slíka beitu. Ég man að mér fannst öllu óhætt fyrir mig, af því að ég var ekki rauðhærður, en ég man líka eftir rauðhærðum strákum sem varla þorðu út fyrir hússins dyr þegar franski voru einhvers staðar nálægir. Annars voru fransmennir góði við okkur, gaf okkur biskví og annað upp í okkur þegar vel á þeim. Sagt var að þeir væru þjófóttir og ekki þótti húsfreyjum ráðlegt að hafa vettlinga, peysur eða sokkaplögg úti við þegar þeir voru á ferli. Skútur fransmannanna lágu skammt frá landi, þeir réru í flæðamálið með segl sín og báru þau upp í túnin. Svo sátu þeir svo yfir þeim með flötum beinum, með nála sínar, sungu og gerðu gamni sínu. Oft sá ég þá líka með sekki á bakinu fara inn í laugar og þá ætliði þeir að þvo fatnað sinn. Og þetta svona saga sem maður heyrir oft af frökkunum að fara inn í laugar með sekki á bakinu. Og svo má náttúrulega líka nefna, bara svona rétt í lokin, ef ég er að telja upp allt þetta fólk sem var að flytjast bæði búferlum og verið hérna í Íslandi í lengra skemmri tíma, að það má nefna Íslendingana sem að fluttust annarkvort til Danmörkur eða Vesturheims og fluttu síðan aftur til Íslands og báru þá oft með sér ákveðin svona menningarlega áhrif og ýmislegt fleira. Þannig að eins og við sjáum að þá var alls konar fólk á ferli í kringum Reykjavík í upphafi 20. aldar, en Danir voru alltaf í sérstakri stöðu innan bæjarins, fyrsta lagi vegna þess að þeir voru fjölmennastir, þeir voru flestir þeirra sem lögðu leið sína í bæinn og settust þar að,
og þegar áleið og Íslendingar fóru að takmarka réttindi erlendra einstaklinga, bæði til þess að setjast að á Íslandi og líka til að stunda atvinnu, að þá voru Danir undanteknir slíkum ákvæðum allt fram til lýðveldisstofnunarinnar 1944. Og það gildir reyndar þá líka Færeyinga og Grænlendinga og alla þá sem tilheyrðu þessu ríki sem að Ísland hafði verið hluti af. En það sem átti kannski hvað síst þátti að styrkja stöðu Dana í Reykjavík í upphafi 20. aldar var sú staðreynd að á Íslandi, og þá kannski ekki síst í Reykjavík, var verið að byggja alls konar innviði sem að höfðu þegar komið til framkvæmda víða í erlendum borgum. Þá er ég að tala til dæmis hitaveitur, rafmagnsveitur, virkjanir, vegi, holræsi og fleira í þeim dúr þeir áttu líka stóran þátt í að byggja upp nýjar iðngreinar og starfsgreinar sem var þá verið að koma á fót í bænum. Og þetta voru iðn- og starfsgreinar sem að gátu fætt og klætt íbúa Reykjavíkur, en þeim fór ört fjölgandi á þessum tíma. Hjúkrun, vélstjórn, mjólkurfræði og ýmislegt í þeim dúr. Og þessi verkefni og þessar starfsgreinar útheimtu yfirleitt sérfræðiþekkingu sem var af skornum skammti á Íslandi á þessum tíma. Svo voru líka nýjar menningargreinar og skemmtanir sem að hæfðu hinni nýju borgarastétt að nema land, leikhús, söngur, hljóðfæraleikur, tónleikar, ýmislegt í þeim dúr. Og þessar menningargreinar og þessar menningarafurðir að þær útheimtu sumar ákveðna tækniþekkingu en líka tiltekin menningarauð, að fólk ætti hljóðfæri, að fólk kunni að spila á hljóðfæri, væri gott í söng og kunni að spila og syngja á tiltekin hátt. Vissi yfirleitt hvernig ætti að setja upp leikrit, kynni skil á leiktjöldum og hvernig allt virkaði í leikhúsinu. Og vissulega þá höfðu einhverjir Íslendingar þekkingu á þessu sviði, til dæmis þeir sem höfðu dvalið lengi í Danmörku og fyrir vestan haf. En það þurfti mjög oft að leita út fyrir landsteinina eftir fólki sem gat tekið þátt í þeirri þróun sem var að eiga sér stað í Reykjavík, bæði hvað varðar uppbyggingu innviða og hvað varðar mótun reykvískra borgarastéttar, sem að notaði tilteknar menningargreinar og menningarafurðir eins og tísku og listir til þess að greina sig frá öðrum stéttum. Og núna langar við bara að taka nokkuð dæmi af þeim Dönum sem fluttist til landsins og upp úr 1900, gagngert til þess að sinna einhverjum þessara starfa sem voru að verða til á þessum tíma þegar Reykjavík var að iðn og tæknivæðast. En þá langar við fyrst að nefna þennan mann, Marius Fredriksen. Hann fluttist til Íslands í kringum 1910 og starfaði þar sem slátrari meðal annars með öðrum Dana sem heit Edvard Milner, sem var líka danskur. Milner þessi að hann rak síðan kjötverslun með syni sínum þar til hann flutti eftir til Danmörkur þegar fór að þrengja að í rekstrinum á 3. áratugnum og hann lést þar árið 1927. En sonur þessa Milners, hann Kjartan, hann rak síðan áfram kjötverslanir í Reykjavík undir nöfnunum Milnersbúð og kjötverslun Kjartans Milner og gerði það allavega fram á 4. áratuginn ef ekki lengur. Danir og fólk af dönskum uppruna voru afar áberandi í slátrun og kjötin og jafnvel fram yfir miðja 20. öldrina og var mjög þekkt fyrir fagmennsku. Og það þótti jafnvel fínna að fara til dansk slátrara heldur en íslensks og það kemur til að mynda oftar en einu sinni fram í ýmsu sem hefur verið ritað mann sem heitir Jóhannes C. Klein. Ég veit ekki hvort einhver mun eftir honum. Hann var veitingamaður sem kom fyrst til Íslands árið 1910 og var Breti á skipum í millilandasiglingum fyrstum sinn. En þá, eins og ég sagði áðan, þá voru það yfirleitt Danir sem gengdu þess konar störfum. Og hann var síðan með sjálfstæðan veitingarekstur á Gullfossi og gerðist síðan verslunarstjóri í matvörubúðunum hjá Sláturfélagi Suðurlands. Og samkvæmt því sem ég hef lesið þennan mann, að þá kunni hann íslensku, en notaði hana sjaldnast í vinnunni, eins og sagt í einum af minningargreinum hans og ætla ég bara að lesa það upp. En þar segir:
Klein lærði að skilja íslensku en hann lærði einnig að athuguðu máli að ekki var ráðlegt að mæla á þá tungu. Reykvískum sælkerum, vaxandi stétt manna í kaupstannum þótti það traustvekjandi að kaupa kjötvörur þar sem dönsk tunga var töluð fyrir innan búðaborðið. Hann skildi mætavel íslensku og allir skildu dönsku íslenskunars Kleins. Á Íslandi voru allir jafnir að hans dómi, þess vegna var hann kominn til Íslands og menn höfðu tekið hann inn í samfélag sitt eins og hann var og báru meira að segja talsvert traust til hans af því að hann var danskur. Þessu trausti vildi hann ekki glata og þess vegna hélt hann áfram að vera Dani á Íslandi. Þannig að þarna græðir hann svolítið á því að vera með dönsku að móðurmáli. Og það virðist hafa fyllt í svona ákveðin menningarauður fyrir nýju borgarastétt í Reykjavík eða vaxandi stétt sælkera eins og hún kölluð í þessari menningargrein að tengja sig við Dani og það sem að taldist danskt og sumir dönsku innflytjenda gátu nota það til þess að koma ár sinni vel fyrir borð í vissum starfsgreinum. Önnur manneskja sem ég langar til þess að nefna, segja frá, Henriette Christine Kjær, eða hún er oftast kallið Harriet og hún er til vinstri á glærunni. En hún kom til landsins árið 1903 til þess að gerast yfirhjúkrunarkona við Holtsveikilsspítalann. Og þá tók hún við af Kristofínu Jürgensen, síðan Bjarnhéðinsson, hún hann til hægri. En hún hafði gengt starfinu frá því að það var stofnað árið 1898. En hún hafði gengið í hjónaband og þurfti þá að láta af störfum eins og var síður á þessum tíma. Og Harriet, hún gegndi stöðu yfirhjúkrunarkonu á Holtsveikilsspítalanum fram til 1930 og átti ásamt Kristofínu á þeim tíma stóran þátt í að byggja upp þessa fagstétt hjúkrunarkvenna á Íslandi sem var að slíta barnskonum á þessum árum. Og það er hægt að lesa nánar um það í nýlegri bók eftir Margréti Guðmundsdóttur sem er sögu hjúkrunar á Íslandi, sem er mjög áhugaverð. Harriet og Kristofínu að þær höfðu líka forgöngu að stofnun félags íslenskra hjúkrunarkvenna árið 1919 og þær voru báðir í stjórn en Harriet var fyrsti formaðurinn og hlutverk félagsins var að skipuleggja nám hjúkrunarkvenna á Íslandi og koma þeim í námsvist erlendis sem var nauðsynleg til þess að þær gátu lokið prófi. Og þar komu sambönd Harriet og Kristofínu að góðum notum og það mætti því segja að danskar konur hafi byggt upp hjúkrunarkvennastéttina á Íslandi en auk Harriet og Kristofínu má nefna Davide Warnke sem var yfirhjúkrunarkona á Vífilsstöðum, Lili Krog sem var hjúkrunarkona á Akureyri og Kamma Tvete sem sinnti hjúkrun á vegum hjúkrunarfélagsins Líknar í Reykjavík á öðrum áratug 20. aldar. En það var einmitt Kristofínu sem stofnaði það félag og var hvergi af baki dottinn þótt að hún hefði látið formulega störfum þegar hún gifti sig. En þriðji Daninn sem ég langar til þess að nefna þessi maður, hann hét Marinus Jessen og hann var vélstjóri og fluttist til Íslands árið 1911 til þess að kenna vélfræði við stýrimannaskólann og síðar í vélskólanum. Og þetta í fyrsta sinn sem að vélstjórn var kennd sem svona formleg skólamenntun en áður hafði Jóði Jessen, næstum því alnafni Marinusar, sem var í rauninni fyrsti vélstjórinn á Íslandi að hann hafði tekið Íslendinga í læri á vélaverkstæði sínu á Ísafirði sem var fyrsta verkstæði þeirra tegundar og hafði átt þátt í því að sú þekking dreifðist út landið. En Marinus hann starfaði við kennslu í vélstjórn alla sína ævi og var skólastjóri vélskólans. Og í Reykjavík þá kynntist hann einnig eiginkonu sinni en hún hét Senía Berta Brynhild Hansen, hvorki meira né minna. Og hún var líka dönskum uppruna í báðar ættir. En foreldrar hennar voru kaupmennirnir Lára Ágústa Níelsen og Jóhannes Hansen. Og þetta sýnir þá einnig að innlensl voru umtalsverð meðal Dana í Reykjavík á fyrstu áratugum 20. aldar. Og núna hef ég nefnt 3 einstaklingar sem að komu til Íslands svona gagngert í þeim tilgangi stunda tiltekna atvinnu sem að þurfti erlent fólk til þess að hægt vera að koma ákveðnum atvinnugreinar
greinum á laggirnar og komust þannig til metorða innan sinna starfsstéttar, vegna þess að það voru svo fáir einstaklingar á Íslandi sem bjuggu yfir svona sérþekkingu sem þau bjuggu yfir. En það voru alls ekki allir sem að gerðu það og þetta í rauninni, já, svona mjög kynjuð leið til þess að koma til landsins vegna þess að starfsstéttir þar sem að konur gátu gert sig gildandi voru náttúrulega miklu færri heldur en þar sem að karlar réðu ríkjum. En það var samt talsvert af konum sem að flutti til Íslands með eiginmönnum sínum sem voru yfirleitt Íslendingar sem að þær höfðu kynnst þegar þeir voru við nám í Kaupmannahöfn eða annars staðar í Danmörku og sumar þeirra fundu sér leiðir til þess að nýta sér sambönd sína eða þekkingu sína til þess að styrkja stöðu sína á ákveðnum vettvangi og þá langar mig til þess að nefna þessu konu. Hún heitir Anna Friðriksson en hún kynntist einmanni sínum Ólafi Friðrikssyni í Kaupmannahöfn upp úr 1910 og þau síðan fluttust til Reykjavíkur árið 1915 og hún var ein af þessum fjölmörgu konum sem að kynntust íslenskum nemum í Kaupmannahöfn og flutti síðan með þeim til landsins. Og 2 árum síðar, 1917, þá fór Anna í verslunarleiðangur til Kaupmannahafnar og afraksturinn af þeim verslunarleiðangri var hljóðfæraverslun Reykjavíkur sem eins og nafni gefur til kynna verslaði með hljóðfæri. Það var það sem hún var að kaupa inn í þessum verslunarleiðangri. Og árið 1926 þá stofnaði hún einnig tónleikamiðlun sem var í tengslum við búðina og flutti inn mjög mikið af tónlistarmönnum til landsins og það segir í einni minningagreinin hana eftirfarandi að nær allir þeir tónlistarmenn sem hingað til lands komu fram á síðari heimsstyrjöld voru á vegum frú Önnu og þess einmitt oft getið hvað hún var atkvæðamikil í þessum bransa. Þannig að henni tókst að nota sambönd sín og svona þorsta borgarastéttarinnar í ákveðin menningarauð, til dæmis hljóðfæri og tónlistarkunnáttu og neyslu á tónlist til að öðlast ákveðin sess innan reykvísks samfélags. En þessi 4 sem ég hef nefnt hér eru þá dæmi Danir sem að fluttist til Íslands á fyrstu 2 áratugum 20. aldar í ólíkum tilgangi en áttu þó öll tiltölulega auðvelt með að koma sér vel fyrir í bæjarsamfélaginu og nutu ákveðins forskots á aðra bæjarbúa, sérstaklega þá sem að voru aðfluttir úr íslenskum sveitum. En fyrir flestum eða mörgum þeirra síðarnefndu að þá lá fyrir að verða verkafólk eða sjómenn og búa við tiltölulega kröpp kjör í bænum. Danirnir aftur á móti að þeir nutu góðs af því að sá vísir að borgarastétt sem var fyrir í Reykjavík, hann var mjög tengdur Danmörku og það eru mörg dæmi fjölskyldur sem að voru dansk-íslenska langt aftur í ættir eða höfðu annars konar tengsl sem að lágu langt aftur og eitt dæmi það áður nefnd Kristófínu Bjarnhéðinsson en hún átti forfeður sem að höfðu stundað verslun á Íslandi svo dæmi sér tekið og annað dæmi Ditlev Thomsen kaupmaður í Thomsens verslun og það talað Ditlev Thomsen yngri en hann var búsettur í Reykjavík á fyrsta áratug 20. aldar og hann var þriðji ættliður Thomsens kaupmanna sem allir hafðu verið á sífelldum flutningi milli Danmerkur og Íslands og flust búferlum þar á milli margoft í marga áratugi. Langafi hans Ditlev Thomsen eldri að hann hafi gifst inn í fjölskyldu sem var rótgróin í Íslandsversluninni þegar hann gekk að eiga Jakobínu Gutte Fredríku Lever árið 1832. Sonur Ditlevs og Gyri var Ágúst Thomsen og hann leit á sig sem Íslending og bjó skeið bæði á Íslandi og í Danmörku. Hann giftist danskri konu sem var tengd kaupmönnum í Árósum. Ditlev Thomsen yngri, sonur Ágústs og Önnu, hann kvæntist síðan Ágústu Hallgrímsdóttur sem átti íslenskan föður en danska móður. Þannig að það má í rauninni með sanni segja að þessi fjölskylda hafi tilheyrt báðum löndum. Þið sjáuð, það eru margs konar tengsl sem að liggja þarna til beggja landa. Það eru Íslendingar og Danir sem eru giftast einhvern veginn á víxl.
og það í rauninni mjög erfitt að skera úr það hvort þau myndu teljast dönsk eða íslensk. Þannig að þótt ég sé ofta að tala Dani og Íslandi þá svona oft á tíðum getur það verið óviðeigandi bara vegna þess að tengslin voru svo rosalega þétt í sumum tilvikum og einhvern veginn erfitt að skera úr þetta. En það mörg svona áþekkt dæmi þetta, sérstaklega meðal fólks í verslun, fjölskyldur þar sem danskt og íslenskt þjóðerni var algjörlega samtvinnað og mætti að vissuleyti segja að það hafi legið í eðli verslunar að fjölskyldunar sem ráku þær og þær tilheyrðu báðum löndum í senn, ef svo má segja. Og það því kannski ekki undra að borgarastéttin sem verður til þannig í undir lok 19. aldar sé undir dönskum áhrifum. Það einnig mjög líklegt að þau hafi hampað því sem danskt var í þeim tilgangi að treysta völd sín. Enda átti þessi stétt, hún átti miklu greiðari aðgang að öllu því sem var danskt heldur en sveitafólki sem var að flytjast á mölina og það má alveg velta því fyrir sér hvort að hið danska hafi verið tæki borgarastéttarinnar til þess að aðgreina sig frá fátæka sveitafólkinu sem að bjó í bænum. En þetta eitthvað sem þarf að skoða betur og ég einmitt að pæla svolítið í rannsókninni sem ég að vinna að núna. En þetta dansk-íslenska eðli borgarastéttarinnar í Reykjavík gerði það að verkum að Danir og aðrir útlendingar einnig áttu á tímabili tiltölulega auðvelt með að flytjast til bæjarins og ganga inn í efri lög samfélagsins vegna þess að þjóðerni þeirra veitti þeim ákveðna virðingu og ákveðin aðgang. Þegar ég byrjaði á doktorsrannsókninni minni þá var það einmitt það sem vakti athygli mína sérstaklega við samfélagsstöðu Dananna, að það þessi óskýru mörk á milli danskrar og íslenskrar menningar og hvernig bæjarsamfélagið í raun einkenndist af samblöndun ólíkrar menningar, allavega ákveðnir kímar þess sem að stundum leiddi til átaka. Og þess vegna var ég mjög hrifin af hugtakinu þverþjóðleiki eða þverþjóðleg tilvera sem ákveðið þema í sýningunni hérna uppi í Bogasal og sem þið getur skoðað eftir og þar getur þið líka lesið meira dökkurðu konuna uppi í horninu en hún hérna, þar eru munir frá henni og smá texti hana. En þetta hugtak þverþjóðleiki eða þverþjóðleg tilvera vísar til þeirra tengsla sem innflytjendur hafa bæði við uppruna og búsetulandi sitt og gerir þeim kleift að taka þátt í daglegu lífi, menningu, efnahagslífi, trúarlífi eða stjórnmálum í fleiri en einu landi í senn. Og bara svona til að gera tiltölulega svona flókna sögustutta þá mynda þessi tengsla sem að kalla þverþjóðleg svið eða þverþjóðleg rými sem geta verið misumfangsmikil og misflókin eftir því hvers eðlis tengslin og rýmin eru. Og þá getum við sagt að þverþjóðleg svið eða rými geti verið allt frá stórfjölskyldum og til heilla samfélaga. Og það sem ég gerði í doktorsrannsókninni minni var að leiða í ljós hvernig slík þverþjóðleg rými tengdu saman Danmörku og Ísland og hvernig þau sköpuðu ákveðin vettvang í vissum þéttbýliskjörnum og í vissum stéttarlögum sem byggðist á samþættingu danskrar og íslenskrar menningar og í rauninni svona, þá samþættingu sem ég aðeins búin að vera koma inn á hér. Og það var þessi vettvangur sem gerði Dönum kleift að aðlagast nærsamfélagi sínu en leið rækta menningareinkenni sín, tala upprunatungu sína og njóta ávaxta menntunar sinnar og þekkingar í krafti þessar svona félags- og menningarauðs sem að danskt þjóðerni þeirra og tengsl þeirra við Danmörku veitti þeim. Og það ein af mínum niðurstöðum að þessi vettvangur, þar sem allt danskt var ávísun og menningarauð, hafi stundum skýlt Dönunum fyrir vaxandi samlögunarkröfu meirihluta samfélagsins sem var að verða sífellt meira áberandi upp úr 1910. Það sem síðan gerist þegar þessu tímabili sem ég svona aðalega fjallum hér sleppir, ég búin að vera að fjalla aðalega tímabili 1900 til 1920,
eftir það að þá það sem gerist að íslenska þjóðríkið náttúrulega festist í sess og verður til, ef svo má segja, með fullveldinu 1918 en þá fengu Íslendingar í fyrsta sinn vald til þess að takmarka fólksflutninga til landsins. Og skömmu áður að 1917 að þá höfðu Bandaríkjamenn byrjað að takmarka fólksflutninga til Bandaríkjanna til mikilla muna og önnur lönd fylgdu í kjölfarið og meðal annars Ísland sem setti sín fyrstu innflytjendalög árið 1920 og fyrstu lögin atvinnuréttindi til útlendinga árið 1927 og þar voru settar frekar strangar reglur hvernig mætti koma til landsins, hverju mætti vísa úr landi, hver hafði rétt til þess að ráða sig til vinnu á Íslandi eða hvern atvinnurekendur máttu ráða til vinnu, menn að það var undir atvinnurekendum komið með þessum lögum, hver fengi vinnu á Íslandi og hver ekki. Þessi lög giltu reyndar ekki Dani, Færeyinga, Grænlendinga og aðra sem tilheyrðu þessu stóra ríki sem að Ísland var enn hluti af. En það að þessi lög skuli hafa verið sett að þau sýna fram á vissar breytingar á viðhorfum til innflytjenda og til dæmis varðandi þá stöðu sem innflytjendur ættu að vera í samfélaginu sem að þeim var áskipuð. Og þarna fyrsta skrefið í áttuna að því kerfi búsetu og atvinnuleyfa sem við þekkjum í dag og þetta rauninni fyrstu forverar þess kerfi sem við þekkjum í dag. En það sem ég hef kannski reynt að sýna fram á hér að þetta núgildandi kerfi takmarkana, reglna og leyfa að það ekki nema aldargamalt og var til við tilteknar sögulegar aðstæður. Það sýnir okkur einnig að fyrir öld síðan að þá höfðu Íslendingar aðrar hugmyndir innflytjendur og stöðu þeirra í samfélaginu og nálguðust innflytjendamál út frá allt öðrum forsendum en við gerum í dag. Það sem það var ekki sjálfgefið að þjóðerni og ríkisborgararéttur, ríkisborgararéttur var ekki til fyrir 1919, styðji því hvaða réttindi fólk hafði og hvaða möguleika fólki byðust með atvinnu og ýmislegt fleira. En í söguvitund Íslendinga, svona síðustu áratugina, hefur þessi vettvangur sem var þannig til í Reykjavík á fyrstu 2 áratugum 20. aldar verið framandgerður í stað þess að það sé lítið á hann sem svona eina tegund af íslensku samfélagi sem hafði önnur viðhorf til útlendinga en við höfum í dag. Þess í stað þó þykir danskt tungutak bæjarbúa til vitnis hversu óþjóðlegir þeir voru, sérstaklega Reykjavík. Fólk sem að misti málið innan gæsalappa, lærði aldrei íslensku til fullnustu og gleymdi svo eftirvill dönskunni sinni síðar á lífsleiðinni nefnt sem dæmi vangetu eða skort á vilja þessara kynslóða Dana til þess að aðlagast íslensku samfélagi. Og þá ekki haft í huga að þeirra tilvera, þeirra tungutak og þeirra viðhorf og fleira voru kannski fyllilega gjaldgeng í því umhverfi sem þau byggu í við upphaf 20. aldar. En í andrúmslofti þar sem að þjóðernishyggja hefur mótað mjög viðhorf til útlendinga og hugmyndir sess innflytjenda í íslensku samfélagi að þá öðlast sögur af málusum Dönum og dönsku á sunnudögum ákveðna merkingu. Og þannig virðist þar vitna hvernig fortíð þar sem að samþætting og gagnkvæm aðlögun Íslendinga og útlendinga þar sem það ríkir framandgert og verður að eins konar svona víti til varnaðar. Og eru jafnvel enn í dag notað sem félagslegt taumhald á innflytjendur og þetta kemur tiltölulega skýrt fram í viðtalsrannsókn sem ég vann í tengslu við doktorsritgerðina mína þar sem ég tók viðtöl við það bil 40 einstaklinga af dönskum uppruna sem höfðu flust frá Danmörku til Íslands á 4., 5. og 7. áratugnum. Þessi kynslóðin sem næsta kynslóð á eftir þeirri sem ég búin að vera að fjalla í fyrirlestrinu. En þessi kynslóð sýnir talsvert mikla viðleitni til þess að skilja sig frá þeim, þessari eldri kynslóð, þessari kynslóð fólk sem að bjó á Íslandi í upphafi 20. aldar og reynir ofta sannfæra mann að þau séu öðruvísi
að þau hafi, ólíkt þessum eldri kynslóðum, lagt sér fram að læra íslensku, að aðlagast meirihlutasamfélaginu og þar með haga sér á æskilegan máta miðað við viðmið samtímans. Og þá athuga þau ekki, og við yfirleitt athugum ekki, að munurinn á milli kynslóðanna felst ekki endilega fyrst og fremst í afstöðu Dananna til búsetusamfélagsins, heldur í viðhorfum íslensk samfélags til innflytjenda og vilja Íslendinga til þess að laga sig að nýjum samfélagsmeðlimum. Rannsóknin mín hún leiðir nefnilega í ljós að það geta skapast forsendur fyrir samfélögum á Íslandi þar sem samþætting og gagnkvæm aðlögun á sér stað, ekki bara á þann hátt að útlendingar öðlist færni í íslenskri menningu og haldi leið menningareinkennum upprunalandsins, eins og yfirleitt talað aðlögun í almennu umræðu í dag, heldur á ég við samfélög þar sem að íslensk þjóðerni ekki megin viðmiðið sem að gera útlendingum kleift að öðlast samfélagsviðurkenningu án þess að þurfa sífellt að sanna hollustu sína við þessu allt sem telst íslenskt til þess að njóta virðingu meðborgara sinna. Og bara svona rétt í lokin að þótt að við sagnfræðingarnir séum náttúrulega alltaf frekar tregir til þess að bera söguna saman við samtímann, að þá kannski mikilvægt að hafa í huga, fyrst við erum hér stödd og erum að fjalla þetta viðfangsefni, á þessum tímum útlendingaandúðar og xenófóbíu, að undirskipun innflytjenda ekki náttúruleg, heldur hún manngerð og háð meðvituðum ákvörðunum hvernig samfélag við viljum skapa.